Undanfarin ár höfum við ferðast vítt og breitt Norðurland og kynnst framtakssömu fólki í öllum sveitafélögum og upplifa þannig allt það besta sem hver staður hefur upp á að bjóða. Í sumar horfum við öxl og gefum ykkur uppskriftir af góðum degi á Norðurlandi. Hér uppskrift að góðum degi á Siglufirði. Siglufjörður bær sem stendur við samnefndan fjörð nyrst á Tröllaskaga. Siglufjörður var áður sjálfstætt bæjarfélag en nú ásamt Ólafsfirði hluti af sveitafélaginu Fjallabyggð. Siglufjörður fallegur bær sem skemmtilegt að heimsækja og þar hefur mikil uppbygging átt sér stað á síðustu árum. Á síldarárunum svokölluðu var mikið að vera á Siglufirði og bærinn einn stærsti þéttbýlisstaður landsins. Siglufjörður var á þessum árum einhver mikilvægasta höfn Íslendinga og bærinn iðaði af lífi. Árið 1994 var á Siglufirði opnað safn til minningar þennan mikilvæga tíma í sögu bæjarins. Síldarminjasafnið á Siglufirði eitt glæsilegasta safn landsins og það eina sem hlotið hefur evrópsku safnaverðlaunin. Söltunarsýningin hefur í mörg ár verið vinsæl meðal gesta safnsins og upp á síðkastið hefur söltunarhópurinn ferðast til Norðurlanda og sýnt í Svíþjóð og á Álandseyjum. Hvern sunnudag predikaði hann á torginu ef sæmilega viðraði. Ekki mætti honum andbyr, en helst voru það forvitnir strákar sem löðuðust að honum. En hérna svona minningarhornum manni í bátahúsinu sem ekki hafa kostað neinar milljónur, heldur þvert á móti. Þetta eru gjafir, báturinn hérna og viðgerð hans var gjöf frá útgerðarfyrirtækinu Siglfirðingi og sömuleiðis styttan á hann hérna gjöf nokkura og listakonunnar þar meðal aðalheiðar Eysteinsdóttur og hér beitingaskúrinn sem að verður svona sérstakur minningarreitur Gústa Guðsmann. Við ætlum að vera þarna með lítinn skjá inni þar sem að örstutt kynningarkvikmynd eða myndband sýnt líf og störf Gústa. Á Dýrafirði fæddist hann, þá eignuðumst við afreksmann og ættum það að muna alla tíð. Hann ungur fór að stunda sjó með sterkum höndum fiskan dró og stoltur hann við ægi á því stríð. Sjálfselskur hann aldrei var en alltaf var með huga þar sem enginn bjó og dauðinn hjó og skar. Í hjarta átt hann heita þrá, hann vildi lifa fyrir þá sem heimurinn á brjóstum sér bar. Á Akureyri Gústi var almættið hann hitti þar og átti við hann samtal á þeim stað. Þeir ræddum ungrið heimiki og hvernig mætti bjarga því ef hendur margra hjálpuðust þar að. En guð hann vissi að Gústa sjálf var gott, það var í leyndarmál að gott var ekki að finna slíka þjart. Íslenska sæluhúsið hefur vakið verðskuldaða athygli eftir að það reis við aðalgötuna á Siglufirði í júnibyrjun 2009. Húsið lítur út fyrir að vera mun meira en 6 ára gamalt og fá hús í bænum fá jafnmikla athygli og þetta fallega litla hús. Já, þetta hús síðan 2009, það búið að standa hérna síðan þá. En sagan náttúrulega bara svo að þetta var bara draumur sem við létum rætast, draumur sumarhús með íslensku sniði og hannað út í íslenska náttúru. Þannig var að okkur Örlygi, manninum mínum, fannst vanta sumarhús sem væri ekki svona með nýtísku þægindum og svona með útlensku sniði. Því að við Íslendingar höfum svolítið gleymt okkar byggingararfi. Strax og hugmyndin fæddist hjá þeim hjónum fór Örlygur í það að teikna upp frístundahús í anda siglfirskra kotbíla frá aldamótunum 1900 og íslenska sæluhúsið var til. En á þessum tíma þá var sem sagt átak til atvinnusköpunar í fullum gangi og kvenfólk, konur voru styrktar til að byrja einhver svona atvinnuverkefni. Og ég sá bara tækifæri þarna og sótti og við fengum styrk til þess að byrja á þessu.
og annars hefði þetta náttúrulega aldrei risið. Og það var sem sagt nýsköpunarsjóður og við fengum líka styrk frá Byggðastofnun. Og hugsunin svo að skapa atvinnu og smiðirnir hjá byggingafélaginu Bergi taka þetta að sér og tóku þetta að sér og byrjuðu að smíða húsið. Þetta var árið 2007 sem þetta gerðist. En síðan kom kreppan með tilheyrandi frosti á fasteignamarkaði. Það voru því aldrei fleiri íslensk sæluhús smíðuð en þetta eina sýningarhús sem staðið hefur við aðalgötun á Siglufirði frá árinu 2009. Það náttúrulega gerðist á þessum tíma sko, að það voru þúsundir sumarhúsa á öllum byggingastegum til sölu. En það var mikið spurt fyrst og þetta búið að vekja mikla athygli fyrstu árin og ennþá því að hérna stoppar fólk og tekur myndir af sér fyrir utan og hérna ferðamenn og Íslendingar og útlendingar, maður búin að sjá alveg heilmikið af myndir sem hafa verið teknar á Siglufirði og sæluhúsið alltaf það, já. Þetta klárlega eitt mest mynda hús bæjarins. Já, kannski að því að fólk heldur þetta sé gamalt, en það má alveg halda það. Þetta bara fallegt, þetta bara höfða til hús. Þetta hérna, það steinhleðsla hérna sem mjög falleg finnst okkur, hún bara upp á punt, en ekki til neins annars, til þess að minna á þessa hefð, torfþak og þetta fellur einhvern veginn bara inn í náttúruna eða inn í, kannski má segja líka hér á torfunni, hérna, sem við köllum herhústorfuna stundum. Það Sebihúsi hérna, næst elsta hús bæjarins og það hefur verið að gera upp þessi gamlu hús hérna á Siglufirði. Þannig að þetta einhvern veginn í þessum stíl. Já. Húsið ekki stórt, tæpir 20 fermetrar, en hægt að tengja 2 til 3 hús saman sem þá mynda lítinn burstabæ. En þó útlitið sé gamaldags, þá öll nútíma þægindi að finna í húsinu eins og vatn, sturtu og rafmagn. Já, það allar nauðsynjar. Allar nauðsynjar, já. Fólk sem kemur hingað inn það segir, hvað þarf maður meira en þetta? En svo náttúrulega fer það að hugsa, það verður nú gott að hafa. En þetta grunnþarfinnar hérna, við getum uppfyllt allt sem að maður í raun og veru þarf. En ég langar svolítið að segja frá, sko, hvað svona íslenskt við húsið. Já. Þess að hérna sjáu þið, þetta klætt með svona standandi furu og það ekki nagli eða lím hérna. Þarna borðunum smeygt hverju inn í annað og svo svona lárétt hérna fyrir borð til þess að festa þetta saman eða halda þessu. Þetta heitir held ég stafverk og þetta gömul aðferð. Þannig að svo náttúrulega hurðirnar eins og þessi hérna inn á baðherbergi. Þetta svolítið svona gamaldags, svona rennihurð. Þannig að þið takið þetta alla leið. Já, við reynum það. Nema náttúrulega hér rafmagn og hiti. Já, þessum nútíma þægindum bætt við. Já. En talandi sumarhúsa venjur landsmanna, fæstir sætta sér nú samt við svona lítið sumarhús? Já. Og ég skil það vel, þegar ég panta með sumarhús, þá þykir mér voða gott að hafa heitan pott og öll þægindi. Því það ekkert svoleiðis heima hjá mér. En það samt fólk sem hefur áhuga á þessu og vill ekkert þennan lúxus í sumarbústaðnum sínum. Og ég hugsa að það sé bara að aukast. Og við hefum kannski líka bara svolítið gott að því að horfa til fortíðar og losa okkur við eitthvað þessu dóti sem við erum alltaf að safna. Já, það nú svolítið stefna nú til dags. Maður heyrir það. Það meira að tala það heldur en rétt eftir kreppu. En hvernig það? Hægt að panta sér svona hús að maður áhuga á því eða? Þetta skemmtileg spurning og ég held að ég verði bara að segja svarinu játandi vegna þess að þeir hjá Berg eru alveg tilbúinir til þess ennþá og það ekkert að því. Þó svo að við höfum ekki selt neitt og ekki gert neitt heldur í því að auglýsa það eftir að við sáum að þetta fór svona að þá hef ég ekki lagt neina áherslu á það. Við erum bara
dásamlega ánægð með þetta sýningarhús og þetta bara, okkur þykir rosalega vænt það að hafa líka geta gert þetta. Í Alþýðuhúsinu á Siglufirði alltaf eitthvað spennandi að gerast en þar býr og starfar listakonan Aðalheiður Eysteinsdóttir. Það er líf og fjör í Alþýðuhúsinu. Þetta náttúrulega vinnustofa mín og heimili en ég hef notað tækifærið af því að það svo góð aðstaða hérna til þess að vera með alls konar menningarviðburði og síðan reki hérna lítið galleri svona í miðju húsinu sem heitir Kompan. Og í Kompunni eru alltaf sýningar, alveg allan ársins hring og þær eru opnar, þær sýningar svona þegar ég er á staðnum frá 2 til 5 á daginn. Annars hef ég hvatt fólk til þess að hafa samband bara við mig í síma til að athuga ef það vill koma með hópa eða eitthvað slíkt sko. Þannig að geti komið ef ég er ekki nákvæmlega hérna við þessa stundina, þá er þetta að mæla sér mót. Og sýningar sem hafa verið í Kompunni til dæmis núna bara frá vori eru til dæmis Þórarinn Blöndal sem var hér með yndislega skemmtilegt verk, svona gæjuverk sem maður gat kíkt í, alls konar kassa og séð ýmsar undraveraldir þar inni. Og síðan var hérna Jón Steinar Ragnarsson sem er núna búsettur hérna á Siglufirði, hann er Ísfirðingur og hefur verið að vinna hérna mjög mikið með rauðku við að byggja upp hérna bryggjusvæðið og hefur mjög mikið unni í leikhúsum og slíku, en hann er ástríður ljósmyndari og var hér með ljósmyndasýningu. Síðan kom hér gamall Siglfirðingur sem heitir Arnar Herbertsson og hefur verið búsettur í Reykjavík í langan tíma. Arnar var einn af gömlu Zoom listamannunum og má segja. Og hérna, hann var hér með myndir sem myndu svona á síldarárin og oljumálverk sem myndu á síldarárin og slíkt. Síðan voru reytir hérna og þegar meðan að reytum stóð þá var sýning hérna eftir Stu Bird í galleríinu. Hvernig velurðu listamenn til að sýna hérna? Velja þeir þig eða þú þá? Nei, ég er alveg ströng á það að ég vel fólkið inn og það í sjálfum sér ekkert hægt að sækja hér en auðvitað allt í lagi að fólk láti vita af sér. Það svona minni á sig. En ég raða upp svona eins og mér finnst að hérna sé tími til komin að sýna þetta eða hitt, hugsa þetta pínlítið svona sem hérna uppbyggingar og fróðlegs starf fyrir bæjarbúa og gesti. Þannig að þeir sem komi alltaf á sýningar, þeir fái alltaf eitthvað nýtt og ferskt og eitthvað til að bæta ofan á gagnabankan hjá sér. Þannig að fólk verði bara hæfara fyrir sjálfan sig til þess að mynda sér skoðanir og taka þátt í raun og veru í listinni. Þannig að það er svona, ég reyni að raða þessu upp þannig að sé alltaf einhverju viðbót í næsta skipti sem verður sýnt. Það er óvart siglfyrst þema þetta árið. Já. Ertu annars yfirleitt með eitthvað þema eða bara reyna að hafa þetta ólíkt? Nei, þemað í raun og veru bara að hafa það ólíkt og sem sagt reyna að ná í kannski líka pínlítið svona jaðarlistir, eitthvað sem að fólk er ekki alveg vant að sjá, að tína það inn til þess að fá þessu ólíku þætti og ólík sjónamið og bara eins og ég segja að fólk kannski verður svolítið hissa og þurfi pínlítið að hugsa öðruvísi þegar það kemur hérna. Við íþróttamiðstöð Fjallabyggðar á Siglufirði innisundlaug og utandyra heitur pottur. Fyrir þá sem vilja komast í útisundlaug tilvalið að fara aðeins út úr bænum, í Fljótin. Á sólgörðum í Fljótunum má finna litla útisundlaug í kyrrlátu umhverfi. Laugin hentar sérstaklega vel fyrir fjölskyldufólk enda hún einstaklega barnvæn. Það var hérna gömul sundlaug áður og síðan réðst Guðmundur Frímannsson sem fæddur og uppalinn hér í Fljótum í það að búa til þessa laug í rauninni á grunni gömlu laugarinnar, eða hún var nú eiginlega bara tekin held ég alveg og þessi byggð, en á meðan sett hann fyrir neðan hólinn hérna til hliðar bráðabirgðalaug sem að klæddi með einhverju plasti svo krakkarnir hefðu nú laug á meðan og þá voru líka nýttir hér 2 hverir sem eru hérna fyrir ofan og það var ekki fyrir seinna sem að var síðan borað, sett borhóla þarna og hverirnir í rauninni saman við hana en fyrst var þetta bara rennandi hveravatn sem var notað. Já.
Og laugin sem sagt byggð hérna á nokkrum árum af honum og hann var með svona stráka með sér og svo komu bændur hérna í Fljótum að þessu líka. Og hún vígð 1974. Hvernig heldur hún hafi verið sótt af heimafólki? Ég held hún hafi verið nýtt mjög mikið og það gaman að heyra hér í bændum sem voru hér í skóla og sólgörðum þegar þeir að tala sko þegar voru krakkar hérna og kvöldið þegar við fengið að fara í laugina og kveikt á ljósánum í Kýraugunum og það kom nú hérna bóndi hérna frá Sauðanesi, hann Jón, og það var blik í augunum á hann þegar kallinn var að segja mig frá hérna hvernig þetta var hérna þegar krakkarnir voru hér á kvöldin að leika sér í lauginni. Þetta hefur náttúrulega verið bara þeirra félagsmiðstöð. Já, það má eiginlega segja það. Já, og samkomin staður. Já. Hvað hún stór? Heyrðu, hún rúmir 18 metrar að lengd. Já. Og svo náttúrulega mjög djúpur endinn hinum megin þar sem að stökkbretti Já, það komið stökkbretti. Það nefnilega komið stökkbretti og það svolítið gaman að segja frá tilurð þess að það eru krakkar hér í Fljótunum sem að söfnuðu fyrir þessu bretti. Fóru á bæina og fóru í sumarbústaðina og söfnuðu. Og það bara nýlega sem það gert? Já, í rauninni, það kemur upp í fyrra. Já. Af hverju ætli það hafi viljað stökkbretti? Það náttúrulega allar aðstæður til þess. Hún mjög djúp þarna í endan. Já. Og 3 meter. Og og það gaman að stökkva á busla og enda þegar þau koma þá nýta þau sér þetta. Og fara eftir reglunum. Ég hef svolítið gaman að því. Ég hef ekki þurft að vera að sussa mikið á þau þegar þau fara á brettið. Þau fara eftir reglunum sem við settum og það finnst mér alveg magnað sko. En þessi laug hlýtur að vera heitari heldur en venjulega laugar eða það allavega hægt að hafa hana heitari? Já og við gerum það. Hún mjög krakkavæn þessi laug. Við höfum hana, hún svona í kringum 34 gráður og upp í jafnvel á sólardögum þá sígur hún hærra sko. Þá þarf maður að auka pottinum bara svo að hann hafi vinningin á hana sko. Já, það heitur pottir hana líka. Já. En það þýðir þá eiginlega að þú getur komið hérna með bara pínu lítil börn? Já, og bara mjög gaman að segja frá því að hér hafa verið að koma ungt fólk með lítil börn og eru með þau hér í lauginni. Mikið að krökkum ég kalli þetta krakka, þau voru hjá mér í skólanum á Siglufirði og verið að koma mikið að ungu fólki frá Siglufirði mitt líka að nýta sér hérna þessa sveitalaug og með pínu litla krakka, mér finnst þetta æðislegt að sjá þetta. Nú eiginlega má segja að Skagafjörður sé svolítið frægur fyrir hvað hann með margar sundlaugar. Já. En þessi laug alveg einstök í raun og veru. Já, hún það. Þetta svolítið svona, þetta hin eina sanna sveitalaug sko. Þetta svolítið svona, og hún ekki rekin á veturnar svona, venjuleg opnun. Nei. Heldur skólasund hérna, að sjálfsögðu, því að hér skóli. En svona fyrir þá sem ekki vita nákvæmlega hvar Sólgarðalaug hvernig getum við lýst því best? Já, hvernig getum við lýst því best ef við bara byrjum í Hofsós, það veit allir hvar Hofsós Já. Og þú heldur áfram sem leiðir liggur til Siglufjarðar. Já. Og svo kemur í Fljótin og þá talað sko, það Flókadalur og þeir í rauninni, það eru 2 Flókadalir í rauninni eins og ég upplifði þetta sko. Já. Og það sem sagt seinni Flókadalurinn sem að laugin bara alveg hérna í minni ná sko. Já, það eiginlega ekki hægt að sleppa þér sko talandi flóka, við erum að tala hinn einu og svona hrafnaflóka sem gaf landinu okkar nafn. Við erum alveg í sögunni sko. Já, þannig að það nú kannski ekki ónýtt að skella sér í Flókadalinn og sjá hvar hann bjó og lifði þessi hrafnaflokki okkar. Þannig að það hægt að gera virkilega menningarferð hingað í Fljótin. Heldur betur. Hvað þið svona meira að brasa? Nú, við getum líka sagt frá því að hérna bara í Langhúsum sem hérna rétt hjá, að þar hestalega, þar getur þú farið og fengið að fara í útreiðatúr og nú á Brúnastöðum sem hérna við Ketilás, við kaupfélagið, að þar ferðaþjónusta og vísir að dýragarði. Þannig að það nú heldur betur hægt að stoppa og skoða sig og eins í Bjarnagili, þar ferðaþjónusta sem á leiðinni ef þú ætti að fara upp á Lágheiði. Já. Og svo lengra þar eru Deplar, þar sem verið að reisa svaka flott hótel og á að gera út á skíðafólk held ég. Það einhver framtíð. Það einhver framtíð.
Mikil uppbygging hefur átt sér stað á Siglufirði á síðustu árum. Henni þó hvergi nærri lokið en til dæmis nú verið að byggja nýjan golfvöll við bæinn á svæði þar sem meðal annars var gömul malarnáma. Það verður þó engin venjulegur golfvöllur en þar verður hægt að stunda fjölbreytta útivist. Jú, golfvöllurinn frumkvæðið, að því að laga svæðið og völlurinn liggur ekki bara í malarnámunni, hann liggur hérna sunnar öðruvísi land og liggur upp í skógræktinni líka sem hérna fyrir ofan okkur. Og allt það er niðurstaða svona af samstarfi við bæði skógræktarfélagið sem við höfum unnið mjög náið með og mjög gaman að vinna með þeim. Og hefur gengið mjög vel og við erum að fá að gera hluti sem alls ekkert sjálfsagðir. Og svo erum við líka með hestamennina. Þeir eru hérna með reiðgötur og hafa verið að nota landi hér undir beit sem við höfum fengið að nota. Og hugmyndin svo að allir þessi landnotendur, og svo getum við bætt við stangveiðinni líka, þetta verið svona fjölnotasvæði. Þess að golfið sem frumkvæðið, sem svona ákveðin viðskipta hugmynd að koma og gera eitthvað með svæðið, en að bjóða öðrum að nota það líka. Það að segja hestamönnum til dæmis, almennu útivistafólki og fólki sem eru áhuga á stangveiði. Á Siglufirði þarf enginn að vera svangur en þar má finna glæsilega veitingastaði. Þar til dæmis hinn sívinsæla kaffi Rauðka sem flestir norrlendingar kannast við. Nú í sumar opnaði svo Sigló hótel, glæsilegt hótel þar sem einnig má finna veitingastaðinn Sunnu. Byggingaframkvæmdir við Sigló hótel sem staðsett við smábátahöfnin á Siglufirði hófust fyrir tæpu ári síðan. Við litum þar við síðustu mánaðamót en þá voru iðnaðarmenn að hefja lokasprettin. Í byrjun júní á allt að vera tilbúið og þá á hótelið að geta hýst 130 til 150 manns í 68 glæsilegum herbergjum. Jæja Finnur, það styttist í opnun hérna á hótelinu hjá okkur. Já. Hvernig standa framkvæmdir? Það stendur bara ágætlega. Við erum allavega þokkalega brött og nokkuð ánægð með að vera nærri áætlun. Þannig að við erum bara nokkuð bjartsýn og á sumarið og það sem koma skal í kjölfarið. Segðu okkur í stuttu máli aðeins frá þessu hóteli. Hvað eru þið nákvæmlega að bjóða hérna upp á? Við erum að reyna að bjóða upp á eiginlega svona nýjunga vissuleyti. Kannski á landsbyggðinni ekki mörg hótel sem að koma til með að bjóða til dæmis 3 veitingastaði, samtengingu beina eiginlega við skíðasvæði og golfvöll. Þannig að við erum svona að reyna, kannski má segja þetta sé svona pínu resort-stæl. En það sem við erum fyrst og fremst að reyna að bjóða það að geta boðið gestum okkur upp á upplifun, upp á umhverfi sem það kemur inn í og vill helst ekkert vera drífa sig úr. Það hafi nóg að gera, þið líði vel, hafi góða gistingu, gæðagistingu og það líði eins og það sé á alveg 4 stjörnu hóteli. Og þið einmitt leggið mikið upp úr því að það sé gott útsýni og fallegt útsýni úr herberginu. Já, tengingin náttúrulega við sjóinn, mannlífið, fjöllin, allt. Allri hönnun á hótelinu, það var rosalega mikið lagt upp úr því að það væri engin svona bakherbyggi. Það hafa all herbyggi útsýni yfir smábátahöfn eða allavega sjó og fjöll og svoleiðis. Annars vegar yfir veitingasvæði hjá okkur og smábátahöfnina og svo hins vegar yfir svona litla innri höfn sem við byggðum í leiðinni og þá síldarminjasöfn. Þannig að það eiga allir að fá þessa upplifun eins og við viljum að Sigló sé, svona orginal. Og talandi upplifun, þá skilst mér að þið ætli að vera með heita potta og guð bara hérna utandyra. Já, það verður í rauninni á bryggjukantinum, þar verður heitur pottur, stór og svo svona infraredd gufa, sem svona pínu wellness í dag. Þannig að við reynum að passa upp á allir fá góða þjónustu og geti notið tímans eftir skíðaferð til dæmis og slappa á í pottinum og gufunni og svoleiðis. Fengið þjónustu út í pott á barnum og svona. Huggulegt. Já, voða næs. En hótelið hefur fengið nafnið Sigló hótel. Sigló hótel, já. Já, þið voru svolítið lengi að velta nafninu fyrir ykkur. Já, við vorum kannski ekki lengi að velta nafninu fyrir okkur. En upprunalega þá stóð hérna brakki sem heit Sunnubrakki og þá var fyrsta hugmynd að hótelið skyldi heita Sunna.
svo svona þegar við fórum svona vinna með nafnið frekar, bæði varðandi markaðssetningu og einn staðsetninguna og svoleiðis, þá eiginlega lá Sigló hótel miklu betur við. Og það náttúrulega geta allir Íslendingar sagt hvar Sigló hótel nánast allavega. En það væri erfiðara kannski að útskýra hvar Hótel Sunna. En hins vegar það þannig að veitingastaðurinn inn á hótelinu heitir Sunna í höfuð á Sunnubrakkanum. Þannig að við tengjum það eins og í öllum okkar verkum, þá tengjum við það svolítið sterkt sögunni. Við erum einmitt stödduð það ekki í veitingastaðnum. Við erum inni í veitingastaðnum. Jú. Glæsilegt útsýni hérna á höfnina. Það voru að finna beint honni í smábátahöfninni. Og þið stefnið að því að opna hérna í byrjun júní, manni finnst nú alveg vera nóg eftir, það eru nokkur handtökin. En það sem gott í dag það að við erum komin á þann stað að þeir hluti sem að gerast núna, þeir gerast rosalega hratt. Við erum að leggja parkett í herbergjunum og við erum að setja innréttingar í herbergjum og svoleiðis. Og það eru í rauninni í mörgum herbergjum eru bara nokkri dagar eftir í vinnu. Og öll húsgögn eru komin í gámum á svæðið. Og þannig að í rauninni reikna ég með að á næstu 2 vikum þá fyrir við að setja upp í rauninni fyrstu fullbúnu herbergin sem sýnisherbergin. Þannig að þó svo að ég eftir að setja panel hérna í loftinu og svoleiðis þá gerist það ótrúlega hratt. Við erum með það bil 70 manns í vinnu líka hérna og alla hörku duglega, þannig að það ríkur undan þeim. Nú ættu þið að vera komin með hina fínustu uppskrift að góðum degi á Siglufirði, þó þetta séu auðvitað einungis brot af því mikla úrvali sem í boði í bænum. Nánari upplýsingar viðburði, afþreyingu og fleira má finna á heimasíðunni visittröllaskagi.is. Í næstu viku setjum við saman uppskrift að góðum degi í Þingeyjarsveit. Þangað til næst, verið sæl.